Velkomin á Íslandsrásina. Ég heiti Gylfi og þessi myndbútur og aðrir sambarlegir sem ég er að fara að sýna ykkur voru teknir upp seint í febrúar 2026 í þurrkatíð þegar rykbindi efni höfðu ekki verið pöntuð tímanlega, sem var aðalafsökunin fyrir þessari mengun í landi sem státar sig að hreinu lofti. Og þetta er auðvitað í alfarleið. Það er erfitt að fela þetta ástand fyrir til dæmis erlendum gestum, svo við erum ekki bara að tala ógn við öndunarfæri og heilsufar, heldur ásýndar landsins. Og fyrsta pæling dagsins fjallar gagnsemi rykbindi efna. En þeim er ætlað að líma þetta gúmmulaði við götunar og fresta vandanum á meðan við dönsum regndansinn. Og ef hann virkar ekki, þá fáum við margfaldan rykpakka inn á gluggana næst. Svo megin spurningin hlýtur að vera: er þetta myndband að sýna eðlilega fylgikvilla faglegra vinnubragða eða sýnir það fúsk ár eftir ár? Og þetta skot leggur áherslu á hið augljósa. Vandinn er bundinn við stofnbrautir fyrst og fremst. Og fáið þær viðeigandi þrif, þá náum við að girða fyrir stóran hluta vandans. Hér er til dæmis efnakoktell að svífa inn glugga og gættir í Garðabæ, og afgangurinn lendir síðan á lóðum, þökum og leiksvæðum. Síðan kemur ok, rykið fer aftur á stað og endar jafnvel aftur á hraðbrautunum í eins konar hringekju. Og hvernig hafa sveitarfélögin svo brugðist við þessu? Nú er ég ekki lengur fyrir sunnan en fylgdist með hinni árlegu vorhreingerningu á Akureyri, því þar er líka tölverður svifryksvandi, og það fyrsta sem ég tók eftir var að Akureyringar eru miklu betri við snjómokstur heldur en götuþrif. Og fyrsta hreinsitækið sem ég fann með drónunum var eitthvað sem líktist af að velta rusladollu og hjólum, og þessi tunna hún nískaðist með vatnið eins og það væri fáséð munaðarvara í eyðimörk, þar sem þessi dolla skreið fram og tilbaka eftir nokkrum smásteinum á miðju götunar, truflandi umferð aftur og aftur. Og þetta tókst ekki betur en svo að önnur tæki höfðu mætt morgunin eftir og spraut það vatni yfir götuna, og það tók mig ekki langa tíma að finna slíkt tæki og enn styttri tíma að sjá skrítin vinnubragð. Hluti af drullunni endar hinum einn á götunni sem var búið að þrífa, og sannast sagna voru þetta ekki mjög traustvekjandi vinnubragð, sem er frekar dapurt vegna þess að svona bílar geta hæglega orðið hluti af lausninni. Og lausnin hlýtur að vera svo að nota það sem við höfum nóg af eða vatni, losa upp rykið og sjá til þess að það annaðhvort endi í hólræsunum eða sogið upp með einhverjum öðrum búnaði. Og mér fannst svolítið dapurt að sjá svona vinnubrögð á Akureyri, því þar eru yfirleitt flottustu vinnubrögðin við snjómokstur, þar sem heilu götunum er hespað af á nokkrum mínútum með því að fjarlægja vandann eða snjóinn. Og þegar við beitum vísindarlegri nálgun þá eru 40 ár síðan við fórum að sjá lærðari greinar svifryksmengun í fjölmiðlum, þar sem opinberir aðilar tóku að útlista hættuna. Og á þessum 40 árum höfum við upplifað mörg tækniundur, og á þessum 40 árum síðan við greindum svifryk sem vaxandi vanda hafa Íslendingar ekki enn fundið upp opinbera starfsmann sem kann að googla orð eins og street washing machines. En við þurfum svoleiðis fólk sem trúið í allri einlægni að góðu götur hreinsitæki fæðist ekki á stýrifundum eða komi með bakkelsinu úr bakaríinu. Og sannleikurinn er sá að við þurfum ekki að finna hjólið upp á nýtt. YouTube lumar á mörgum góðum hugmyndum frá þjóðum sem hafa komist að þeirri niðurstöðu að það sé skynsamlegt að ráðast að rótum vandans og stöðva þessa hringekju mengunar í stað þess að vera hluthafinni. Og ein aðferðin er svo að háþrýstið og götur með stýribúnaði innan úr bílnum sem mokar þessum óþverra í skafla, og fyrir aftan er síðan hefðbundin götusópur sem sígur draslið upp. Og þetta segir líka að lausnir sem að byggja á mikilli vatnsnotkun, þær þurfa ekkert endilega að enda í holræsakerfinu. Og vinnubrögðin sem ég sá í morgun á Akureyri lofuðu góðu svona úr fjarlægð, eða þangað til að komi ljós að þarna var bara verið að úða, það var ekki verið að þrífa neitt. Hluti af óþverranum lenti upp á umferðareyjum, og horfandi á þetta þá vekur þetta upp þá spurningu hvort stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu hafa þær á einhverjum tímapunkti náði að kallast hreinar.
Því þessi hefðbundnu tæki sem að við sjáum mestu notuð gera lítið annað en að klóra upp grófasta efninu og skilja aðalvesenið eftir. En ég hins vegar ekki sérfræðingur í þessu. Ég bara að sýna ykkur það sem myndavélin mín sér í formi sem að kallar ástandið vel fram og mér finnst það bara svolítið skammalegt að ár eftir ár og áratug eftir áratug þá séum við alltaf með sömu fréttinar af rykmengun. Það verður bara að taka á raunveruleikanum eins og hann og hann virðist vera sá að við erum alltaf að blása sama rykinu fram og tilbaka. Það að minnstu kosti mín skoðun og mér fróðir aðilar geta sjálfsögðu nýtt sér kommentakerfið og sagt hvað þeim finnst. Og að lokum minni ég á að Íslandsrásin rás með blönduðu úrvali myndbanda frá Íslandi, ákveðið hliðarverkefni. Rásin ókeypis og verður ókeypis, en ef þið smellið á áskriftartakkann þá hjálpar það mér við að koma efni rásarinnar á framfæri. Og með því segi ég takk fyrir mig og góðar stundir.